Miðaldra húsmóðir á Reyðarfirði með risastóra drauma. Stendur á Facebook-síðu Jóhönnu Seljan Þóroddsdóttur sem hefur nú unnið hörðum höndum af því að gefa út sína fyrstu sólarplötu og stíga þar með stórt skref í að láta drauma sína rætast. En hvenær var draumurinn plötuna Seljan til í huga Jóhönnu Seljan? Hún kviknar 2007. Þá fór ég að finna svona fyrir þessari þörf til þess að fara að skapa mína eigin tónlist. Ég er búin að vera að gera texta bara frá því ég var í rauninni á barnsaldri, semja ljóð og gera texta við lög. En þarna langaði mig til þess að hella mér út í tónsmíðar líka. Og ég skellti mér í stúdíó hljóðrita í Hafnarfirði í janúar 2008 og tók upp fyrsta lagið. Það var reyndar ekki mitt lag en það var minn texti og tökulag. Og svo ætlaði ég að láta í kjölfar ætlaði ég að taka plötu sem sagt. En svo einhvern veginn var það bara tölvert flóknara og kostnaðarsamara en ég hafði ímyndað mér. Þannig að það var sett svona á bið og sú bið varði eiginlega bara í 12 ár. Já, 12 ár, hvað gerist svo? Hvað verður til þess að, jæja, nú læt ég vaða? Það var svo árið 2016. Þá langaði mig að fara svona aðeins meira að skapa tónlist og þá var ég búin að vera í nokkur ár í söngsveit sem heitir Fjarðardætur. Við höfum verið nokkuð aktívar alveg síðan 2012 og ég stofnaði þarna 2016 bluesband sem heitir The Borrowed Brass Blues Band og til þess að koma fram á blueshóti Stöðvarfjarðar. Og svona þegar við fórum að vinna saman, ég og strákarnir í bluesbandinu, þá fór vaknaði þessi þrá að gefa út mitt eigið efni og svo var það í fyrra, snemma árs í fyrra, þá tók ég í rauninni ákvörðunina. Ég ætlaði að hella mér út í þetta með því sem þessu fylgir og þá var bara ekkert aftur snúið. Og var það eitthvað eins og þú áttir von á allt sem að fylgdi þessu ferli? Sumpart já. Það er náttúrulega, ég þekki það ágætlega að vera í músík eða tónlist. Ég syng mikið, kem mikið fram. Ég hef líka svolítið verið að skipuleggja tónlistaviðburði og annað slíkt, tónleikaferðalög. En það var kannski þessi svona, hvað ég var að segja, þessi hlið á ferlinu þar sem að þetta er náttúrulega alltaf fyrirbæri, þú þarfst að fara í stúdíó og taka upp. En síðan þarf að hljóðblanda, mastera, mixa, þetta er alltaf mikið ferli. Og ég var bara svo heppin að fá með mér ungan dreng sem heitir Garðar Eðvaldsson, sem er frá Eskifirði. Og hann ætlar að verða minn pródúsent á plötunni. En svona þinn bakgrunnur í tónsmíðum, og bara menntun í þessu öllu saman, hvernig hefur þetta gengið að koma lögunum frá þér? Það hefur verið svolítið skrautlegt. Það er ekkert, mér finnst ekkert sérstaklega erfitt að setja saman texta. En að semja lag, það er allt annar handleikur. Ég er nefnilega frekar torlæs og nótur og bara les ekki, les það reyðilega ekki vel. Og ég er líka, ég spila ekki á hljóðfæri. Ég get spila vinnukonugripin og gítar, en þá er það eiginlega upptalið. Þannig að ég er síminn hefur verið minn besti vinnur og þá upptöku appið í símanum. Þar sem að ég syng inn í síman hugmyndirnar. Svo sest ég við píanóið og spila það sem þá hljóma sem ég langar að hafa, en ég veit ekki hvað þeir heita. Þannig að þá tek ég mynd af hendina á mér og sendi beint á Garðar eða einhvern sem ég á góðan að. Hvað heitir þessi hljómur? Þetta er alveg svona. En tekur langan tíma, en ég ákvað strax að láta þetta ekki stoppa mig. En þetta er allt saman klárt. Hvað er þetta mörg lög sem að þú stefnir á að vera með á plötunni? Þetta eru 8 lög eftir sjálfa mig. Og svo er 1 tökulag, lag sem að ég hélt mikið upp á þegar ég var á sokkabandsárunum. Það er lag með Helga á hljóðfæruleikurunum og heitir Vetur og er af þeirra fyrstu plötu. Ég fekk góðfúslegt leyfi til þess að
hafa það á plötunum minni í minni eigin útsetningu. En textarnir, hvað ertu að semja? Það svona, kannski ef maður ætlaði að finna eitthvað svona samheiti, það svona mannleg hegðun bara. Það alla mögulega tilfinningar. Hvernig að fara að gefa þetta af sér sitt eigið efni? Það hlýtur að vera öðruvísi en að flytja efni annarra. En þetta alveg nýtt fyrir mér sko. Þannig að ég hef þurft að taka á stóra mínum og virkilega manna mig upp í þetta og segja við sjálfa mig, þetta allt í lagi, þetta verður ekkert kjánalegt. Alltaf sé ekki það sem maður óttast kannski, það þessi að vera svona berskjaldaður með sitt eigið efni. En að samanskapið þá hlýtur umbunin eftir á að vera ennþá meiri að bæði eiga lagið og flutningin. Já, og kannski bara, ég held að þegar ferlinu verður lokið, þá get ég litið tilbaka og verið bara stolt af sjálfur mér að hafa tekið þessa ákvörðun og stigið þetta skref. Summer